Og næsta þessu, það eru hjúkrunarheimili landsins, ekki nægt fé til að reka hjúkrunarrými landsins við óbreyttar aðstæður án viðbótar fjármagns sem ekki þó að finna í fjárlaga frumvarpinu. Veruleikinn breyttur frá því sem var ef litið til dæmis til þess að fjölgað hefur geðhjúkrunarrýmum. Samkvæmt tölum sjúkratrygginga þá eru 139 einstaklingar yngri en 67 ára á hjúkrunarheimilum landsins, 62 í sérstökum rýmum og 77 einstaklingar á landsvísu sem búa þá í almennum hjúkrunarrýmum landið. Veruleikinn breyttur að mörgu öðru leyti svo sem líka, en þau eru sest hér hjá mér Valgerður Freyja Ágústsdóttir, sérfræðingur á hag og upplýsingasviði hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Pétur Magnússon, stjórnarformaður samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu. Samtökin á sambandið sendu rétt fyrir helgi frá sér yfirlýsingu til þá sjúkratrygginga þar sem að þið krefjið Sjúkratryggingar Íslands að leggja til hvar skera eigi í þjónustunni. Hvað felst í þessu? Er forgangsröðunin ekki skýr af hálfu þá ríkisins? Nei, ég myndi að segja að það væri ekki komin en forgangsröðun. Við stöndum frammi fyrir því að það í fjárlögum fyrir 2019 þá áfram aðhaldskrafa upp á 0,5% til þessa málefnasviðs og það alveg ljóst að við getum ekki skrifað undir framlengingu á rammasamningi hjúkrunarheimili nema að við fáum þá í raun og veru skýr svör frá ráðuneytinu eða sjúkratryggingum hvaða þjónustuþætti eigi þá að draga úr eða sleppa. Það bara, hér verður ríkisvaldið einfaldlega að axla ábyrgð og gefa út hreina línur það, þannig að það sé hægt að framlengja þessum rammasamningi. Það eru auknar kröfur til hjúkrunarheimilanna þjónustustig og fleira. Hvað felst í þessum auknu kröfum sem þarf að kostnaða með þetta? Já, í rauninni byggjum við núna á samningi sem var gerður árið 2016 starfsemi hjúkrunarheimila sem hafði verið lengi í bígerð og tókst loksins að ná. Þannig að það að segja rammasamningu sem að Sjúkratryggingar gefa út, þannig að í rauninni öll hjúkrunarheimili landsins séu að starfa með sama hætti og veita sambærilega þjónustu. Þetta stærsti einstakur samningur sem Sjúkratryggingar gera? Já, hann upp á tæpa 30 milljarða á ári og í rauninni stærri heldur en nokkrir næstu samningar á eftir samanlagðir. En það sem hefur verið að gerast að samningurinn sem að renna út núna áramótin og í rauninni hefur lítið þarna gerst nema það að það búið að bæta inn auknum kröfum en jafnframt að lækka upphæðina raunvirði sem er borguð fyrir þjónustuna og þar af leiðandi getum við ekki að óbreyttu skrifað undir samninga að slíku tagi og þess vegna höfum við sagt að ef það á ekki bæta inn fjármagni til að bæta við nýjum liðum heldur skera niður eins og því miður orðið í raunin eftir að fjárlög eru samþykkt síðastliðinn föstudag á Alþingi og þá höfum við einfaldlega sagt við stjórnvöld Sjúkratryggingar þeirra fulltrúa að þá viljum við bara fá þau atriði sem við eigum að sleppa í núverandi þjónustu á hjúkrunarheimilum. Þetta eru samninganefndir sambandsins og samtakana sem sendu þetta frá sér. Það eru samningar sem í gangi, en er það bara siglt í strand? Já, ég held að því miður þá eru þessar samningaviðræður í ákveðnu uppnámi. Við höfum óskað eftir samtali við ráðherra þetta og við nú reyndar fengið afsvar á grundvelli þess að það sé ennþá samningaviðræður í gangi en það nú kannski dálítið djúpt í árinni tekið að tala það því að í raun og veru erum við að bíða eftir því og höfum kallað eftir því frá Sjúkratryggingum Íslands að það verði komið þá lína frá þeim hvaða kröfum eigi og megi falla frá í kröfulýsingunni í þeim samningi sem þó enn í gildi. En hvaða auknu kröfur eru þetta? Það snúa persónuvernd hef ég lesið? Já, ég myndi segja svona hvað felst í þessu? Þyngsta vegur að það komi inn krafa persónuvernd og persónuverndarfulltrúa sem töluverður kostnaður og svo sem bara komin í fyrirtæki í samfélaginu almennt. Er það þá bara ný staða? Já. Það ný staða. Það komu ný lög núna í sumar persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga
Þetta var ekki kostnaðarmetið. Við köllum eftir þessu á síðast ári að þetta er kostnaðarmetið og þið fært inn í rammasamningin. Það er tekið tillit til slíkra kostnaðarþátta, aukina kostnaðarþátta. Það er ekki verið gert. Og ég geta kannski minnst á að sambandið við framkvæmdum, við létum gera ákveðið kostnaðarmat á þessu og nú kannski ekki alveg sama stærðargráða en engu að síður við gátum metið þess en svo að það væri ákveðin innleiðingarkostnaður upp á kannski 800 milljarða og það væri þá árlegur kostnaður upp á kannski 400 milljarða sem er þá kannski fyrst og fremst rekstrakostnaður vegna persónuverndarfulltrúa, einnig vegna hugbúnaðar, því þetta krefst ákveðins hugbúnaðar líka. Hvað er þetta sem þarf að gera með persónuverndarfulltrúa? Það þarf að vanda bara miklu betur til verka varðandi alla vinnslu og meðferð á persónuupplýsingum og sérstaklega viðkvæmum persónuupplýsingum. Og það er þannig að á hjúkrunarheimilum náttúrulega ekkert nema viðkvæmar persónuupplýsingar. Þetta er viðkvæmur hópur. Er eitthvað fleira sem er krafist af ykkur sem er að koma til viðbótar? Það sem eru bæst við er til dæmis í jafnlaunavottun sem er ákveðin vinna sem að hjúkrunarheimili þurfa að fara í gegnum. Samkvæmt lögum bara nú? Já. Samkvæmt lögum. En þau eru sett? En ekki gert ráð fyrir þau séu þá fjármagnu? Nei. Það er ekki kostnaðarmetið. Þau þurfa að innleiða ákveðið svona jafnlaunastefnu til þess að fá þessa jafnlaunavottun. Og borga þá einhvern veginn bara fyrir það? Já, það er nefnilega því miður þannig að hjúkrunarheimila. Já, þannig að og á sama tíma fyrir árið 2018 var skorið niður raunframlag til rekstrar og jafnframt hefur það verið samþykkt á núna fyrir árið 2019. Þannig að í rauninni í þessu umhverfi erum við ekki að skrifa undir samning sem við vitum fyrirfram að mun lakari heldur en var gerður árið 2016 og það er rauninni það sem að kannski þetta mál snýst og í staðinn höfum við sagt ok, ef við að uppfylla þetta sem þeir eru að biðja okkur aukalega frá síðasta samning þá verðum við að skera eitthvað annað niður í staðinn og það er væntanlega einhver þjónusta eða eitthvað en biðjum bara eftir leiðbeiningum frá stjórnvöldum það. Af því þið eru í raun og veru þá að kalla á stjórnvöld hafi einhverja skýra stefnu í þessum málaflokki og koma þá með tillöguna sjálft. Já, í þessum samningi þá náttúrulega hlýtur að vera alveg skýr krafa að ríkisvaldi gefi út hvaða þætti það eru sem það telur að megi fórna til þess að það sé hægt til þess að fjármagnið í raun og veru kosti þessa kröfulýsingu sem verður til staðar. Þið ætla ekki að koma með það Nei, sko, við runni okkar sín á þessi máli einfaldlega svo að við viljum bara hafa ákveð gegnsæi að sjálfsagt að ríkið sem þjónustu kaupandi þessu tilliti að það runni komið með hvaða þætti á að uppfylla og höfum kallað eftir svokallum kröfulýsingum fyrir hjúkrunarheimili það sem eru samræmdar reglur og leiðbeiningar hvaða þjónustu eru veitt á hjúkrunarheimilum þannig að allir aðilar sem koma að málinu sé bara með það á hreinu, svona uppskriftabók bara og það sem betur fyrir komið í gagnið, eða kemur í gagnið þannig 2016 með þessum samningi og það sem síðan hægt að gera þá þegar það liggur fyrir að kostnaðargreina það með gegnsæjum hætti, hvað kostar að gera þetta sem við erum verið að biðja okkur En skil ég ykkur rétt, það er það sem vantar að kostnaðurinn ekki greindur? Já, við höfum nú alveg rekið okkur það bæði í þessari samningagerð og áður en að 2016 samningurinn var undirritaður og ekki síst við höfum verið í samningaviðræðum vegna dagdvalar aldraðra að það er alveg klárt vandamál að það liggur ekki kostnaðarmat til grundvallar þessari samningar. Er það eitthvað sem að nú kemur Ríkisendurskoðun sendi frá sér stjórnsýsluúttekt í byrjun ársins? Já. Kom þar fram eitthvað í þá veru að þessi kostnaðargreining væri, hvað maður segja, mjög ábótavant? Já, það koma ýmsar ábendingar fram. Eitt er til dæmis að það eru óljós skil á ábyrgð og hlutverki milli ráðuneytisins og Sjúkratrygginga Íslands, það er eitt. Og önnur ábending er einmitt þessi að þau virðast ekki hafa bolmagn og það er bara nefnt að það þurfi að efla greiningasviði þannig að þau geti kostnaðarmetið og það kemur held ég fram í frétt Ríkisendurskoðunar að það þurfi að gera dálítið skurk í því að það séu gerðar ítarlegar kostnaðargreiningar á þeirri heilbrigðisþjónustu sem að ríkið ætla sér að kaupa. En er ekki líka verið að benda á að skoða dæmi að velferðarráðuneytið sé að gera samninga án aðkomu Sjúkratrygginga? Í þessari skýrslu þá er það nefnt.
Ég þekki það ekki. Nei. En við könnumst alveg við þetta að það vanti kostnaðarmat. Í rauninni, sko, já. En við vitum ekkert hvað við erum að sko, nei, hvað þjónustan kostar. Þetta er rauninni það sem ég ætla að segja, sko, það er gríðarlega mikilvægt bara frá samfélagslegu sjónarhorni að það séu gerðar nákvæmar kostnaðargreiningar á svona þjónustu. Það er að segja, ríki sem verkkaupi segir hvað á að gera, ef við tökum hjúkrunarheimili eða dagdvali sem dæmi, þá leggur það fram þessar kröfulýsingar eða uppskriftabók hvað á að gera þarna og þá er til dæmis auðvelt að fá til dæmis óháðan aðila, þriðja aðila til að gera bara greiningu, hvað kostar þetta sem er að biðja ef á að reka starfsemi undir og uppfylla alla þessi liði og þá liggur fyrir gegnsæ kostnaðargreining eins og við köllum alltaf eftir og þá er það væntanlega verðið sem ríkið þarf að borga. En þegar þetta hefur verið gert í þau fáu skipti, þegar þetta hefur gert af þriðja aðila vandar greiningar, þá vandar yfirleitt sko 20% í greiðslunar miðað við kröfurnar. Já, einmitt þetta er svona einhver sem er að selja þjónustu sína að hann, sko, þú kaupir annað þjónustu og þú færð ekki svör hvað það kosta. Nei. Og þetta er líka auðvitað mikilvægt sko frá hinni leiðinni að það gæti verið hugsanlega að ríki verið að borga allt of mikið fyrir þessa þjónustu. Já, það er það sem að Ríkisendurskoðun er það ekki líka að benda. Já, hún er að benda á að til þess að sjúkratryggingar eða markmið laga með sjúkratryggingum Íslands nái fram að ganga, þá verði að tryggja að stofnunin geti gert slíkar greiningar. Við verðum bara að vita hvað hlutinni kosta. Við verða að geta kostnaðarmetið og þarf að greina þá heilbrigðisþjónustu sem að ríkisvaldið vill kaupa. Já. Í rauninni snýst þetta allt að ná í rauninni fram hámarksþjónustu og hámarksgæðum út úr þessum peningum sem skammtar í þetta og þetta er mikilvægur hluti í því. Og það er náttúrulega það sem allir vilja að fá að efla lífsgæði fólks og aldraðra sem eru kannski þessu tilfelli aðal hópurinn sem er að ræða fá rauninni sem mest út úr fjármagninu. En sko ég langar að nefna það kannski sérstaklega við því Pétur að það er hópurinn sem er inn á hjúkrunarheimilum, það eru breyttir tímar. Þarna er eins og ég sagði í byrjun, það eru 139 einstaklingar yngri en 67 ára á þessum heimilum samkvæmt bara sjúkratryggingum. Já, þeir eru meira sér að reynda fleiri. Og þeir eru meira sér fleiri en þetta, já. Síðan er það að fá kannski eldra fólk inn í verra ástandi en áður. Já, sko það sem hefur gerst á síðustu árum er að svona einn hefðbundni íbúi hjúkrunarheimilis að hann rauninni þarf miklu meiri aðstoð núna heldur en fyrir kannski 5 til 10 árum. Og þannig að það er að vera mikla breytingar á starfsemi hjúkrunarheimila sem miða að því að auðvitað snýst þjónustan að miða og mæta þörfum og óskum þeirra íbúa sem þar eru. Og þetta hefur bara breyst rosalega, sérstaklega í ljósi þess að hjúkrunarrýmum hefur ekki fjölgað í sama magni og öldruðum hefur fjölgað. Þannig að það eru alltaf fleiri og fleiri hvert laust rými ef við getum nota þá samlíkingu. Sko. Og þar að leiðandi er nú sem betur fyrir að sá sem er í mestir þörfinni fær það lausa rými sem er í boði og það þýðir það að hins vegar að sá sem kemur nýr inn á hjúkrunarheimili hann er yfirleitt í mjög mikil þjónustuþörf og svona hefur þetta verið í nokkur ár og rauninni versna bara smá saman og það var bara síðast í gær í fréttum frá Landspítalanum að það er rauninni aldrei beðið fleiri þar eftir hjúkrunarrými heldur en bara akkurat þessa dagana. Og það er alveg bein tenging á milli að því minni þjónustu sem hægt er að veita inn á hjúkrunarheimilum því verri verður vandinn inn á Landspítalanum. Þetta hangir svolítið saman og þetta er kannski líka það sem við höfum haft áhyggjur af þetta sem við höfum kannski bara farið að nefna þessi svona almennt áhugaleysi ríkisvaldsins á öldrunarþjónustu. Það skortir algjörlega alla stefnumótun í þessum málaflokki því að hjúkrunarheimilin eru svona þyngsta úrræðið og það er kannski það úrræði sem við viljum kannski síst að fólk þurfi og á meðan við erum með það er svona allavega í orði svo stefna eða hugmynd hér á landi að það eigi að styðja aldraði að búa í heimahúsi eins lengi og kostur er að þá bara langar mig að benda á það var ágætt skýrsla sem að KPMG gerði fyrir embætti landlæknis núna í vor RÆ-mælitakið, það er í raun og veru að mæla hjúkrunarþyngd og það er ákveðin grundvöllur fyrir hlutafjármögnun hjúkrunarheimilina. Og hjúkrunarþyngd þýðir hve mikil þörfin er? Hve mikil þörfin er fyrir hvern íbúa. Það þarf í raun mikla þjónustu. Og þar er í raun og veru sko gagnrýnt að það sé vandi, það skorti á þessa stefnumótun í málaflokknum og þetta sé svolítið svona ekki hugsað heilstætt. En það er líka talað að það sé forvitnilegt að sjá það
að þrátt fyrir þessar yfirlýsingar að styðja við fólk að búa eins lengi í heimahúsum hægt sem myndi þá, ef það væri í alvörinu setja meiri peningur þá myndi það létta á þessu þyngsta úrræði, að þá erum við samt að veita, og þeir skoðu það bara í OECD-tölum, framlög ríkisins til heimahjúkrunar sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 0,1%, meðan það 1,2% í Noregi, 1,5% í Danmörku, þannig að fjármögninni segir allt aðra hluti og það heldur kannski einn megin vandinn þegar við erum að setja einhvers konar stefnu eða svona yfirlýsingar. Ef að fjármagni fylgir ekki með, þá það afskaplega verðlaus stefna. Já, verðlaus stefna. Hún mun ekki koma til framkvæmda. Við fengum þetta einmitt beint í það var nú dæmi hérna ekki fyrir löngu síðan þar sem mitt háöldru kona þurfti að sofa inn á klósetti á Landspítalanum og hérna aðstandandi vakti athygli á því og svona og svar Landspítalans var einfalt. Við erum hérna með fólk sem kemst hvergi frá flæðisvandi, heitir þetta nú að tæknimáli, en sko, og þá teppast rúmin og hérna ekki fyrir fólki að sakast náttúrulega, en sko þetta hangir allt saman. Þetta hangir allt saman og við verðum í alvörinni að fara að huga að þessu og það auðvitað þannig að þrátt fyrir að við myndum vilja sjá meiri kannski hugsun í svona heildstæða nálgun frá A til Ö með þessa þjónustu fyrir aldraða, að þá það nú samt þannig að eins og Pétur kom inn á áðan bara varðandi fjölgun aldraðra að samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofunnar þá reiknað með því að árið 2065 þá verði 250% fjölgun á fjölda 80 ára og eldri. Já. Og það sem líka annað í þessu sem við verum líka að taka tillit til eðlilega að kynslóður í dag og það kynslóður sem munu fara á þennan aldur í framtíðinni, þetta eru miklu kröfuharðari kynslóður heldur en hafa verið. Það munu gera skýra kröfur aukin lífsgæði, eðlilega. Þess vegna skrítið að við séum ekki byrjuð að hugsa almennilega fyrir þessu og séum bara ekkert að sinna þessu nægilega vel. Nei, og það má kannski bæta við þetta sko að í rauninni segjum við í öldrunarþjónustunni að svona til einföldunar að í rauninni þjónustuþegum öldrunarþjónustu fjölgar 2–3% á hverju einasta ári og hefur verið að gera síðustu ári og mun halda áfram. Þannig að ef ekkert sérstakt gert á einu ári þá safnast þetta upp og þegar að líða svona mörg ár eins og hefur kannski verið undanfarin 10–12 ár þar sem að lítið hefur verið bætt í, ég verð bara að segja það eins og þá koma svona fréttir eins og að koma Landspítalinn núna ekkert óvart og þetta að koma bara upp á hverju ári. Já, og þá munum þeim sögum fjölga. Já, því miður. Og það heldur ekki nóg að bæta í aukin hjúkrunarrými og byggja upp hjúkrunarheimili ef það síðan ekki til að reka þau. Við erum með nýtt hjúkrunarheimili sem held í alveg tilbúið hérna á Seltjarnarnesi. Síðast ég vissi þá var ekki komin að rekstraraðili að því og það kannski að kenna erfiðu rekstrarumhverfi. Já. Það núningur eitthvað á milli sveitarfélags og ríkisins síðast því ég las. En svo þarf líka að manna þessi hjúkrunarheimili þannig að það enditt sko. En það var mjög gott að fá okkur hingað til að glöggva okkur á þessu, á stöðunni og væntanlega verðum við öll öldruð og þurfum að fá einhvers konar hjálp og þjónustu, gleymum því ekki. En Valgerður Freyja Ágústsdóttir, sérfræðingur á hag og upplýsingasviði hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Pétur Magnússon, stjórnarformaður samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu. Takk fyrir að koma hingað í 21. Kæra þakkir sömuleiðis. Það var stutt í auglýsingar og svo í allt annað og svolítið óvenjulegt sem þið viljið ekki missa af.